Fyrr í sumar ræddi ég við Íslending sem einn fárra landa vorra sem starfar á olíupalli, norskum olíupalli. Það var fróðlegt að heyra af hans aðstæðum og hann nú kominn aftur til mín hingað að rauðaborðinu þessi maður. Ég ætla að spyrja hann út í samband olíu og stríðs og friðar þá líka og hvað Norðmenn eru að hugsa núna gagnvart ESB, eru þeir að fylgjast með Íslendingum eða hvernig það? Ertu velkominn Steingrímur Ólafsson. Takk fyrir. Ég var að byrja á því sem allir eru að hugsa er það satt eða logið að Norðmenn séu mjög spenntir að sjá það hvað Íslendingar muni gera 29. ágúst næstkomandi? Já, þetta fylgjast Norðmenn afskaplega vel með því. Við erum þarna með þeim ásamt Liechtenstein, svona hálfur inni, hálfur úti, eða 80% inni og 20% úti, hvernig maður vilja tólka það. Já. Og maður heyrir svona á þessum fólki sem ég að ræða við og vinn með, að menn séu svona dálítið spenntir að sjá hvað gerist hér í 29. ágúst. Já. Síðast í gær í heitapottinum þá heyrði ég mann halda því fram að EES-samningurinn myndi liðast upp ef Íslendingar gengju í ESB. Er einhver umræð það í Noregi? Já, menn eru svona dálítið hræddir það, já, að þó við séum nú ekki stór þjóð, að þá eru þarna 1 af 3. Já. Og þá verður þetta kannski eitthvað aðeins erfiðar fyrir Norðmenn, ekki maður hugsa fiskveiðilögsögur og annað. Já. Það við náttúrulega eigum þarna tölvöld samið með Norðmennum hvað það varðar. Já. Og ef við förum þarna inn, þá náttúrulega ekki vera kjósum það þarna í lok ágúst. Nei. En þannig að menn eru ekki svo sem byrjaðir að undirbúa sig eða óttast þetta eitthvað strax. Nei. En það svona spekulera hvað gerist í okkar málum. Já. Hvernig gekk Norðmönnum að ná sér, en maður getur sagt sem svo, eftir að þeir höfnuðu aðildarsamningi með mjög litlu mun? Þetta stóð mjög tæft. Minnið þeir hafi hafnað þessu tvisvar og það virðist ekki alltaf vera sem nei þýði nei. Þú ert að bera undir það aftur. Já. Og sko þeir náttúrulega búa við það að vera þarna með sínu olíu og er náttúrulega mikið sko ég geta gert meira heldur en að spila betur út því sem þeir hafa heldur en margir aðrir. Já. Og þeim hefur nú bara gengið ágætlega. Það er myljandi gangur í norsku efnahagslífi og engin svona félagsleg opin sár að lokinni kosningunni? Nei, það virðist ekki vera. Nei, af því að hér óttast maður það svolítið, við erum svo fá og smá og þetta er svo persónulegt og maður þegar farin að hugsa til þess með hryllingi sko, hvernig fer fyrir okkur bursið frá því hvernig niðurstaðan verður 29. ágúst. Já, sko sko minni fjölskyldu þá er sumir fylgjandi því að segja já. Já. Og aðrir svona við getum alveg sagt já en ekki sérstaklega hrifnir af þessu. Nei. Og ég held þetta muni svo sem ekki skilja neinn djúp sár eftir hjá þjóðinni sko. Þetta náttúrulega verður sko við upplifum hér efnahagshrun á sínum tíma. Já. Og maður sér ekki að sé einhver sérstök sár eftir það þó það hafi nú verið mikið alvarlegri hlutur heldur en sem þessi atkvæðagreiðsla sem á að fara fram núna. Ég held samt að það sé einhver hópur fólk sem misti allt sitt og fekk ekki aftur sem er ansi reiður. Já, jú, en þetta er ekki eitthvað sem klífur þjóðina sko. Nei, ekki beint. En sko, af því þú nefnir olíuna og af því að þú hefur nú atvinna á því að vera á olíuborpalli, það heldurðu sú breyta sem að hefur mest það að segja að Norðmenn eru ekki í ESB? Já, ég alveg samfærum það er einn stærsta breytan í því. Og þá spurningin, er íslensku sjávarútvegur olíubreyta Norðmanna? Já, sko, ef við fáum ekki sem sagt yfirráð yfir þessum fiski okkar og þá held ég að við séum ansi illa sett. Og svo nú kannski annað sem þetta maður líta til, sko, lífið ekki bara saltfiskur, sko. Nei.
Við erum hér með óhemju af auðlindum öðrum, eins og bara orku. Já. Allt botnlist í vindorku ef við kerum okkur Já. Og svona þeirra menna að halda áfram að virkja og setja úr hérna hinum flokknum í hinn svo að sé auðveldar að virkja seinna meir. Og það verður alltaf eftirspurn eftir orku. Og þá kannski hugsa maður ef við göngum þarna inn mun það hafa ykkur áhrif, mun þetta auðvelda aðgengi til dæmis hérna erlendra stórfyrirtækja að okkar orkulindum. Já. Og kannski ættum að huga því þetta líka sko. Einmitt. Varðandi olíu Norðmanna, þetta náttúrulega þessi sjóður snilldar hugmynd. Já. Og menn hafa það ansi gott í Noregi með að við svona flestar aðrar þjóðir þökk sé þessum sjóði ekki síst. Já. En hvernig hefði Noregur þurft að deila þessari auðlind með ESB ef Noregur ákveður að ganga til aðildar við ESB? Sko, Noregur alveg óheimur ríkt land. Já. Og vantarlega þá Evrópusambandi færi fram á það að þeir borguðu meira inn í sambandið heldur en kannski aðrir. Já. En það sem sagt, þetta alltaf óheimur peningar sko, ég meina bara greiða hlutfallslega til þess að þjóðarframleiðslu við hvað við vilja miða. Og þannig þetta alveg óheimur fjármunir sem Norðmenn eru þá vantarlega af. En þess í stað þá geta þeir svona haft þetta sem varasjóð fyrir framtíðina og hann líka hugsað sko að ef það verður hérna sem sagt ykkur stór áföll þá getur menn gengið í þennan sjóð. Einmitt. En Norðmenn glíma ekki við sömu skammtíma efnahags óþægindi og Íslendingar. Þessa hrikalegu vexti og það allt saman. Nei, þeim hefur tekist að halda þessu hérna sem sagt halda á þessu hlutum betur en okkur hefur tekist. Já. Og heldur að olían eigi þar þátt? Auðvitað hún einhver þátt í því en svo náttúrulega eru sem sagt bara Norðmenn sko ég held að sé bara skynsamar í efnahagsmálum heldur en Íslendingar. Já, það er líka. Og maður átt að segja alveg á því að hérna, ein rökin fyrir að ganga inn í Evrópusambandið þau að hér munu vextir alveg snarlækka og hér munu drjúpa smjör á hverju strái en móti kemur að þá þurfum við eins og væntanlega aðra þjóðir þá þurfum við væntanlega líka að breyta okkar áherslum í efnahagsmálum og peningastjórn og öðru sem tengist hagfræðinni og þá veltum við fyrir sig ekki hægt að gera það án þess að ganga þarna inn og hérna eða aðlaga sig og það má vel vera að það sé ekki hægt en þetta svona rök og með og móti. Þannig áhugaverður sko þessi samanburður á Norðmönnum og Íslendingum hvað var það svona viðþorf okkar til dæmis eyðslu að hérna ég á dóttur sem býr í Oslo og hún segir til dæmis ung kona sko og hún segir að það sé hérna sjaldgæfara að ungt fólk í Noregi sko til dæmis slá í lán fyrir einhverju sem það þarf ekki eignast en hér svona eins og séu jarðbundnari stíi fasta til jarðar og kannski það líka bara vegna þess hvað alltaf mikið happa og glappa efnahagsumhverfi hér á Íslandi að við hérna Jú, þetta svona dálítið svona hipp sem happ sko, það hérna verið þetta sem sagt að umræðið þarna í Noregi sko að aðgengi að þessum smálánum og öðru sé full auðvelt og unga kynslóðin sé einmitt að hún í seinni tíð já, og unga kynslóðin sé einmitt að skuldsetja sig dálítið svona í hérna já, vantarlega já, ekki 90% óþarfa sko já, ok á þessum okurvöxtum. Þannig að þeir eru ekki vakumi frá þeirri umræðu sem Nei, og þetta er bara ungt fólk í Noregi, það er sem samfélagsmiðlum og ungt fólk á Íslandi eða í Fraklandi og Bandaríkjunum sko, þetta hérna og hérna akkurat. Þetta er ekki svona en þeir, jú það getur verið eitthvað minna en þetta þekkist alveg að. Þú nefndir þversögnina þegar þú komst hérna síðast til mín að Norðmenn sem að þykjast vera mjög uppteknir af umhverfismálum
eru náttúrulega í mótsögn við sjálfa sig með þessari massífu olíudælingu. Já. Það bara gefur að skilja. Það gefur auga leið. Ef við setjum olíuvinnslu Norðmanna og bara olíuvinnslu heilt yfir í heiminum í samhengi við ófriðin sem nú hvað hefur það að segja? Því ég veit að þú hefur pælt töluvert í þessu. Já, sko, þetta náttúrulega ekki bara olía, þetta náttúrulega eru í raun og veru allar auðlindir. Einmitt. Og Norðmenn eru nú einhver 5-6 milljón manna þjóð. Og það er ekkert stórir í olíuvinnslu á heimsvísu. Nei. En ógjafa margra þjóða, sko, að sérstaklega það hefur verið svona hver hendun upp á móti annarri. Það er að það finnast auðlindir sem þau hafa, eða eiga hafa yfirráð yfir. Já. Þá náttúrulega stórveldin komin eins til þess að tryggja sér þetta. Já. Og beita nú ekki alltaf svona fallegust á bestu miðalunum. Nei. Og sko meina þegar við vorum ungir og þá var þetta sem sagt voru sífellt að borgarastyrjaldir til þess í Afríku. Já. Það var náttúrulega bárust frétt af því að Sovétmenn hefðu verið að styðja þennan hópinn með handsprengjum og vélbyssum. Já. Og Bandaríkjamenn væru þá náttúrulega að styðja hina fylkinguna á sama hátt. Í Suður-Ameríku mikið og Já, og víðar. náttúrulega Já. Og þetta náttúrulega var sko bara alltaf yfirráð sem sagt yfir auðlindum. Einmitt. Og Gamla sagan. Og svo sem sagt gerist að við bara tökum Íran. Það var ekki 1956 sem lýðræðiskjörinni ríkisstjórn var steypt af einmitt CIA og MI6. Já. Og þar tók við svona frekar skuggalögu pappír. Já. Og með vel þjálfaða svona herlögreglu og leyniþjónustu sem í raun og veru sko drap meira og minna alla stjórnarandstöðu sem var þarna nema náttúrulega kleskana sem tóku svo við þarna 79. Já, komin í. Og það var það sko þeir einu sem gátu fyllt í þetta tómarum sem þá skapaðist í Íran. Já. Nú 2-3 árum seinna þá ráðast sem sagt Saddam Hussein og Írak þarna inn og þarna 8 ára stríð. Og það talið að við svona dáið þarna milli 500 og 800.000 manns. Og það náttúrulega var vopn frá Bandaríkjum. Og svo var það hinn persaflóðríki sem studdu það fjárhagslega. Já. Og svo náttúrulega þessi viðskiptamenn sem búin að vera þarna í áratugi. Og maður skilur svona í aðra röndinu að Íranar sé ekkert afskaplega elskir að þessum ríkjum sem eru þeim þarna sem sagt hinum með við flóan. Já, það eru söguleg rök fyrir því. Já, og við getum bara ímynd okkur ef þá svona við staðaðir í með þessum sporum við varum ekki afskaplega hrifin af kvölurum okkar. Hreint ekki. Og þetta gildi væntanlega þá líka. Og þetta menning sem sko fleiri þúsund ára gömul og það verið að sprengja þarna allt í helvíti svona. En svo kemur manni það bara allt í óvart að þetta ríki sko það er einhvern veginn verið búið að knésetja Bandaríkjamenn. Bara sem sagt öll þessi fínu vopn sem Kaninn er með og náttúrulega bara stórveldi í hernaði. Að þetta er náttúrulega sem sagt þeir verið búinir með byrðirnar. Og það verður kannski gæfa ríkja við persaflóðum. Sjá það hvernig það verður. En maður sé líka sko þarna eru náttúrulega ríki eins og Tyrkland og Pakistan sem eru strax byrja að reyna að fylla upp í þetta tómarum sem þarna mun ónefnilega myndast. Og þetta er náttúrulega hluti af því við sjáum til þess eins og yfirtakan í Venezuela að þetta var gert til þess að hindra það að Kínverjar kemist í olíu saman með Íran. Að það er náttúrulega verið að reyna að hindra aðgengi Kínverja að olíu
En þetta þýðir líka sko aðgengi, þegar nú er búið að loka þarna á Hormúzsundinu, aðgengi Japana og Kóreumanna, að það er náttúrulega ekki neitt heldur. Nei. Og var það ekki síðustu viku, þá held ég að Bandaríkin hafa orðið að beila Japana út sem sagt, með hérna, því að þetta farin að hækka verðbólga og vextir og ég held að Japan út af olíuskorti beinlínis. Já, meina þeir olíuhreinsistöðurnar þeirra þar hafa bara ekki þráefni. Og þetta ég held að sé hvað 220-30% skuldir af vergri þjóðarframleiðslu. Já. Og þetta ekki meint gefilegt. Nei. Og mér sýnist þetta heldur ekki alltaf neitt að verða voða gefilegt sko fyrir okkur núna. Þannig að þetta sund virðist bara alltaf verða lokað í hvað ég viðbót. Og nú eru bara olíubirgðir heimsins að þrjóta. En til dæmis eins og Norðmenn, þú bendir á að þetta ekki, þið búið ekki til stórt hlutfall af heildarframleiðslunni, en hafið svigrúm til þess að bæta í og hefur það svigrúm verið nýtt? Já, ég menn, en það er náttúrulega verið að vinna í því og bæta í og bæta með gas og olíu, en þetta er náttúrulega, og þegar búið að því, það eru þarna svæði sem búið að kanna og annað, en þegar maður fara í olíuvinnslu, sko, þá er þetta ekki bara farið út á sjó og borað. Nei. Það er náttúrulega óheimir rannsóknir sem liggja þarna baki og svo þarf að bora og flókin og tímafrekur prósess. Já, einmitt. Og bora bara ekki í holu og virkja með gull, sko. Já. En sko, það sem ert að segja, það er í rauninni að festa olíuvinnslu Norðmanna en frekar í sessi, ekki satt? Jú. Þetta sýnir sig að þetta er orka sem við þurfum. Já. Og þessi ófriður sem er í kringum þessa vöru á heimsvísu og hvernig Bandaríkjamenn hafa farið að ráða sínu, illa að ráða sínu, sýnist manni. Jú. Ertu ekki sammála því? Þetta bitnar á okkur hinum öllum. Já. Og það er bara, það er skotið yfir markið. Þeir kalkulera þetta kolvitlaust. Já, og hérna svo sem sagt nú heyrist manni og sýnist að Trump og Kanye viljum koma sér þarna í burtu. Já. En þetta er svona einn alltaf stór fíl sem heitir Ísrael. Já. Og þeir hafa held ég ekki skapað sín eina vini þarna í kring. Nei, en ítök þeirra í Bandaríkjunum eru náttúrulega svakaleg. Já, menn þarna þessi samtök þarna, þetta ekki AIPAC minnum ykkur. Þetta eru samtök sko sem að fjármagna frambóð, sem sagt þeirra frambjóðu sem Ísraelsmönnum eru hérna eru hvað hugleignust. Já. Og nú held ég var það ekki í Michigan núna sem var hérna frambjóður demokrata að vinna í ykkur forvali þar. Og hann var ekki sem sagt á stuttur af þessum samtökum. Nei. En þau eittu $36 milljónir í styðja mótframbjóðunar. Þannig að þetta er alveg ofboðslegi peningar sem við erum og hagsmunir sem við erum að tala þarna um. Já. Og auðvitað hérna sem sagt bítum maður ekki höndina sem fóðrar mann, sko. Nei, það er bara þannig. Já, það er stór ákvörðun að gera það. Já. En sko, tengt þessu umróti öllu, Norðmenn eru náttúrulega með her. Jú. Og þeirra saga í að verja í land er að mörgu leyti sterk saga. Já, ég menn ekki bara til seinni heimsstyrjaldar. Já. Það mætti álykta að vegna þess sem við erum að ræða núna, þá sko verði Norðmenn næmari fyrir innrásum vondra kalla, brotinna manna sem ættu ekki að vera leiðtogar þjóða. Nei. Er einhver umræðum það að sko að Noregi stafi núna aukin ógna Pútín eða jafnvel bara Trump? Já, sko, það er með Pútín, sko, það er hérna oftast menn hann er svo eins og margir og ég held þessi núna að bæta í hérna herskipaflotan og flugskeyti og flugvélar og opna herstöðvar til þess að verja sig fyrir Rússum. Já. En svo sér maður náttúrulega að þeim er ekkert gengið það vel Rússum í Úkraínu, ég er ekki búin að vera þarna í rúmlega 4 ár. Já. Að maður er svona efast að þið fari nú að leggjast í meiri víking. Já. Og
og þetta náttúrulega í Úkraínustríðinu náttúrulega búið að vera Rússar á móti í raun og veru NATO og Úkraínum náttúrulega notaðir sem vígvöllurinn. Já. Og þessi ofsalega heift sem maður skynja meðal stuðningsmenn af Úkraínu og stuðningsmenn af Rússa, menn með svona hlakkastundum í fólki þegar þetta margir Rússar eru drepnir eða þetta margir Úkraínumenn að baki hverjum einstaklingi þarna þá sem deyr, hvort sem það hermaður eða óbreyttur borgari, hvorum megin landamæra sem að það náttúrulega eru eftir ekkjur, þar eru munaðarleysingjar, fólk sem með börnin sín og þetta þykir mér ekki svona geðslegt sjónarmið sem maður að heyra sem sagt að halda þessu stríði áfram en að Úkraínumenn eru bara búin að tapa þessu, það er ósköp einfalt. Já, en nú heyrðum við Steingrímur Kristrúnu Frostadóttur í erlendu hlaðavarpi daginn The Rest is Politics sem nýtur mikilvæg vinsælda allan heim. Við heyrðum hana að veifa öryggisrökunum fyrir eingöngu eða fyrir því að halla sér að ESB þegar hún vitnaði til áhuga Trump á Grænlandi. Já, og síðan þá hefur það nú gerst að Trump aftur komin á stað. Akkurat, hann aftur komin á stað. Og þá velti ég fyrir mér einhverjir Íslendingar munu mögulega segja já í lok ágúst vegna þess að geopolítískt og í öryggishagsmunalegu tilliti þá metur fólk sem svo að okkur farnist ekki vel án þess að fara inn í ESB í einhvers konar samtryggingarlegu öryggislegu tilliti. Já. Einhver slík umræða í Noregi? Nei, þarna ekki einhverju ekki sem ég vorið varfið en þeir náttúrulega eru þarna með náttúrulega nágranna Svía og svo þetta er náttúrulega ekki fyrir það er nú bara ekki fyrir fjandann að taka þetta land Nei, þeir eru ekkert smeykir að Jú, þetta mér alltaf smeykir en það eru ekki rök til þess að gangi í ESB. Nei. Þú ert ekki með það þannig Nei, en við erum alltaf hér út í Ballarhafi og til að fá menn og svo einhvern minnum við nú ekki það var ekki starfstjórn hérna fyrir ekki svo lengu. Jú. Þá minnum við nú að utanríkisráðherra vor Guðlaugur Þór, ég veit ekki hvort að menn séu kallaðir hæstvirtir eða háttvirtir þegar náð þeirri stöðu. Ég veit ekki betur en hann hafi skrifað undir afsalssamning til Bandaríkjanna á öllum flugvöllum og höfnum. Jú. Þannig að Bandaríkjamenn sem geta metið það hvort að þeir þurfa að taka þetta ekki út frá eigin öryggishagsmunum. Þeir geta eiginlega tekið okkur bara frítt, Já, og við erum búin að skrifa undir þetta. Við erum bara búin að skrifa undir. Já, svo megum við kalla þennan gjörning hvað sem þið vilja. Já, og þeir sem eru núna í neyðleiðinu í sambandi við ESB, að þeir sem sagt eru að tala að við séum að afsala okkur svo miklu sjálfstæði og eigin ákveðnur rétti. En sumir í þeim hópinu og þegar búnir að því, þannig að þetta er dálítið tvískilningur þarna eins og víðar. Já. Ég hef þess ekki heyrt að neinir þingmenn engra flokk á Alþingi hafi eitthvað verið að taka þetta upp. Nei. Þannig að þessi undirritun Guðlaugs. Ekki mikið, það er nú aðeins samt búið að... Er búið það? Já, ég hef mistað því. Já, ég var rúffjallaði eitthvað með þetta og svona. En það er alveg rétt að hérna... Já, en finnst þér hérna, bara sem að fara aftur að upphafinu, telur þú að framtíð Norðmanna utan ESB sé í hættu ef Ísland segir já 29. ágúst næstkomandi og segir já í kjölfarið á því við samningi sem að Íslendingar telja ásættanlega? Það fer nú bara nákvæmlega eftir hvernig staðan í Evrópu verður, held ég. Já. Vegna þess að nú er Evrópa bara góður leið með að verða blöng. Já. Og alltaf eða hvað 5% er það ekki markmiðið í varnir? Jú, þetta er náttúrulega allt meira og minna tengt stríðinu, Úkraínu stríðinu, Já. Og þarna er sem sagt Evrópa búin að moka inn
peningum. Já. Og Og meðan Bandaríkjamenn hafa í seinni tíð haldið þessar höndum. Jú. Og hvernig verður staðan þarna eftir í Evrópu eftir 2-3 ár? Sem sagt, Evrópa á í raun og heldur engar, alltaf Evrópa sem slík á engar, eða samband sem á engar auðlindir. Nei, ekki sem samband. Nei, það svona einstök ríki sem eiga þarna auðlindir og það náttúrulega ekkert vilja til þess að láta þær eitthvað hendi í eitthvað evróskan sjóð. Nei. Og eru í raun og veru ekkert svo miklar heldur. Nei. Þetta er náttúrulega orðið eiginlega bara, ég var alltaf heilmikill landbúnaður og einhverja fiskveiðar og annað. Já. En sýnir svona að eins og tækni, framleiðsla á tæknivörum og síðan að færast austur til Kína og Asíu. Já. Og þar sýnist manni líka að þar séu hlutirnir að gerast. Já. Og í sambandi bara við bara svona framþróun. Já. En við erum orðið bara aftarlega meirinn hér í Evrópu og sjáum þessa tolla dæmi sko, eins og Trump var nú að leggja á öll ríki en mest á Kína. Já. Það er náttúrulega bara að sjá það að þeir geta ekki keppt við þetta. Nei. Og það náttúrulega sko, ef við göngum í Evrópusambandið, hvað sem það eftir 2 ára, 5 eða 10 eða hvað það verður. Já, eða aldrei. En ef við göngum þannig inn, sko, þá erum við að loka á tollfrjálsan innflutning frá þessum landi eins og Kína. Já. Og ég heyrði nú í gær, sá svona út undan mér í mitt hér á samstöðinu að fjármála okkar sagði að ég held ég færi bara rétt með að þessi fríverslunarsamningu í Kína skipti engu máli. Já, og hann talaði svolítið gáleysislega. Já, Ég held hann sko myndi frekar slá sig röksemdinni að það er mjög flókið og erfitt fyrir þjóðir, smáþjóðir eins og Ísland að gera marga tvíhliða viðskiptasamninga við ríki. En hann einmitt, það er ágætt að rifja þetta upp. Þetta sló mig líka. Og nú sko stefnum við að því bara sem dæmi að fara hér að rafbílavæða allt Ísland. Og megnið að þessum bílum kemur frá Kína. Já. Og það munar nú alveg 10% tolla. Og plús allt annað sem á eftir að koma inn í framtíðinni. Einmitt. Það er svo sannarlega margar hliðar á þessu. Ég var í útlöndum daginn og ég þurfti að kaupa mér ból. Já. Bara svona strandból eða hvað maður á að segja. Ég fór inn í einhverja búð og ódýrasti bólurinn sem ég gætt keypt og þetta var nú bara eiginlega bólur í 1 dag í sólinni, var kínverskur. Hann var framleiddur í Kína og ég keypti bólinn og ég fór í bólinn og mér tókst að vera í honum þennan dag skamlaust, svo setti inn í þvottavélina og þegar ég tók hann út á þvottavélina þá var hann 1/3 af því sem hann hafði verið þegar ég keypti hann. Já, Kínverjar er alltaf framleiða algjört drasl eins og alltaf aðri líka sko. En þessu sem skiptir máli að þá held ég að sé nú dálítið glúrnir. Það er að mörg að hyggja. Já, það er já, ég meina, sko, menn er ekki átt að sjá því, sko, ef þeir eru að kaupa eitthvað sem er ódýrt til að geta verið satt, þá hljóta þeir að fá vörur í samræmi við það. Jú. Það er svolítið þannig. Eru Steingrímur, það er gaman að fá því heimsókn. Hvenær áttu næst vakt á olíuborpallinu? Já, næst vakt eftir, þarf að vera mættur til Hammerfest í 17. ágúst. 17. ágúst, 10. í dag. Það er eftir viku? Það er vika, flug hérna 17. og kem 10 kvöldi til Hammerfest og daginn eftir í hérna að hjálpa til við að dæla upp olíu til að menga heiminn og passa hagsmunni við alls. Þú umhverfið sinnin? Já, þetta hérna er en sem sagt sem að segja sko hérna þessi olíuvinnsla norðmanna sko skiptir náttúrulega engin sem sagt heimsís ekki nokkru máli. Nei. Svo náttúrulega voru líka staðsettur þannig að það er ódýrast og fljótlegast að flytja olíu sem sagt til Bandaríkjanna. Já. Mikið ódýrar heldur en að flytja náttúrulega til Kína eða. Einmitt. Og hérna.
Norðmenn eru meira og minna hættir að nýta jarðefna eldsneyti á eigin bíla, það ekki? Já, kannski ekki meira og minna en það fer alltaf minkandi og minkandi. Já, þeir hafa verið hraðastir í orkuskiptunum, það ekki? Jú, og þannig að sem sagt eru sem sagt líka farnir að þessar ferjur sem ganga hérna sem sagt milli yfir firðina. Já. Og eru hluti af þjóðvegakerfinu raunveru. Já. Þetta allt meira og minna orðið hérna knúið rafmagni. Já, það svo? Það magnað. Já, og hérna... Já. Og ég var einmitt að koma frá Gardavatninu, já. Ítalíu. Þar bara díselstibban yfir farþegunum. Já. Og ég var einmitt að velta því fyrir mér, það væri nú hægt að gera betur hér. Já, ég meni þetta til. Já. Og hérna svo held ég að sé bara hérna sem sagt... einhverjum svona batteríspakkar í hleðslöðurum megin og svo er þeim bara skipt út þegar fer að minka straumurinn. Akkurat. Og þetta er hérna þeir eru allan að reyna að gera sitt. Já. Skulum ekki bara að gera grín á Norðmönnum fyrir hérna að vera með grænu stóli í heimi, þeir eru líka að reyna að stemma stigu. En svona í lokin, myndur þú gefa það upp? Ég myndi spyrja þig hvort þú ætlar að segja já eða nei 29. ágúst næstkomandi. Segðu ekki nei, segðu kannski. Ég er ekki ég er ekki búinn að gera það upp með það sjálfur, sko. Nei, já, það hérna er. Akkurat. En eins og ég var nú að reyna að segja síðan, sko, að það kannski er ekki mitt að hafa vit fyrir ungdónum. Nei. En það er alltaf einhver smá þrjóska í manni líka, sko. Já, gott. Ég held að þessi mestur fengur í fólki núna í umræðinu sem er ekki búið að gera upp sinn hug. Já, og hérna sem við reyna að koma inn á, sko, það er náttúrulega bæði plúsar í þessu auðvitað og svona alltaf mínusar. Já. Og maður reyna að veit ekki, sko, ennþá hvar hérna mínusarnir eða plúsarnir. Nei. Og við erum að keyra hérna núna Suðurlandið. Já. Og þar hérna er hérna sér maður alltaf heyrúlur meira og minna mertar, sko, ESB, nei takk og hérna. Já. Og sumir finnst það algjör snild en aðrir segja bara er hægt að komast lægra í lágkúrunni? Já, ég myndi nú, sko, þetta er náttúrulega frábær auglýsingatækni. Það er bara hérna ekki hægt að neita því. Og hérna og allir sömu aðrir að það stæði ESB játak myndu hérna gagnrýna þetta hérna djúpt, sko. Það er spurning. Akkurat. Já, þetta er flókið tilfinningasamband sem maður á við sjálfan sig í þessu öllu. Já, en hérna, eins og á að vera. En við á samstöðinu við ætlum að reyna að leitast við að draga fram öll sjónarmið hér og ég er nú sjálfur með einhverja svona jálega skoðun í mínu hjarta en ég þarf að reyna að hemja hana því að við þurfum, sko, í dagskrárgerðinni því að við þurfum bara öll rök á borðið og kannski aðeins minna af tilfinningunum þótt maður skilja þær. Já, meina þetta er tilfinningamál og hérna, en reyna að hugsa með heilanum, sko, ekki hjartanum. Já, sennilega er það betra í þessu máli. Já. En þakka þér fyrir. Ég þakka bara fyrir mig. Steingrímur Ólafsson, gaman að fá þig heimsókn. Kannski kemur hérna bara enn oftar til okkar. Það er alltaf gaman að spjalla við Íslendinga sem að búa yfir öðru sjónarhorni heldur en flest okkar sem búum hér í því sem að sumir telja nafla alheimsins höfuðborgarsvæðið, en er það ekki? ekki alveg svona, þetta er svona í útjaðri naflan, skulum við segja. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Það er gaman að vera mættur aftur til starfa, gaman að vera komin í þá stöðu að búa til efni fyrir þig. Það eru margir tugir þúsunda Íslendinga sem að fylgjast með samstöðinni í viku hverri og við erum að sjálfsögðu þakklátt fyrir það. Við erum alþakklátust ykkur sem lítið þannig á að þið séuð aflögufær og styrkið okkur með mánaðarlegu framlagi án þeirra tæplega 2000 einstaklinga sem greiða mánaðarlega 10 til okkar gætu við að sjálfsögðu ekki starfað og okkar von er svo að ykkur fjölgi enn því fleiri áskrifendur eða styrktaraðilar því meiri dagskrárgerð hjá okkur. Farðu inn á vefslóðina samstöðin.is og fyndu þar áskriftarhnappinn, skrollaðu niður og hakaðu við lágmarksgjald 2750 ef þið langar að styrkja samstöðina. En ég heiti Björn Þorláksson, þetta er orðið gott í kvöld, verið sæl.